Í dag ætlum við að gera ljómandi húð með Smashbox og við ætlum að byrja á því að nota primer vatnið og ég ætla að hrista það og spraya svo yfir allt andlitið. Sprayið er farðagrunnur sem gefur húðinni raka og lætur farðan endast betur á. Þið megið spraya þessu bæði fyrir og eftir förðun. Næst ætlum við að nota Smashbox Vitamin Glow farðagrunnin. Farðagrunnin inniheldur B, C og E-vitamin og vekur húðina svona upp og þetta er mjög góður farðagrunnur sem hentar bara öllum húðtypum. Berum bara þunnt lag yfir allt andlitið. Farðin sem við ætlum að nota er Smashbox Studio Skin. Studio Skin farðin er ofboðslega léttur á húðinni og gefur henni góðan raka. Hann er olíulaus og gefur okkur miðlungsþekju. Við ætlum að nota hyljara í sömu línu, Studio Skin frá Smashbox. Við byrjum bara á því að setja þunnt lag en við viljum alltaf reyna að halda sem þynnstu lagi undir augunum. Annars getur verið hætta á að það fari í línur en þessi hyljari sest einmitt ekki í línur og þarf ofboðslega lítið af honum. Hann hylur dökka bauga og mislit undir augum. Hyljarinn er einnig olíulaus og stíflar ekki húðholur. Þannig að hentugt að nota hann yfir allt andlitið ef það er einhverjar misfellur sem þið viljið hylja. Næst ætlum við að nota Smashbox Contour palettu og við ætlum að byrja að nota hérna ljósasta litinn til að setja hyljarinn okkar. Notum bara ofboðslega lítið á svona lítinn busta og ég ætla bara að þrýsta púðrinu aðeins hérna undir augun til þess að hyljarinn setjist og það kemur í veg fyrir að hann fari í einhverjar línur og hann helst allan daginn. Til að skyggja andlitið ætlum við að blanda saman dökku litunum. Tökum aðeins meira af miðjulitnum en fyrsta. Ég byrja á því að dúmpa púðrinu hérna á, rétt undir kinnbeinin og örlítið ofan á þau. Ég dúmpa því við vorum ekkert búin að púðra hér, þá getur farðinn ennþá verið örlítið blautur. Og þá komum við í veg fyrir að fá einhverjar svona skellóttar misfellur. Þannig að við dúmpum og svo getum við strokið yfir. Þegar við komum með örlítið púður undir. Til að gefa húðinni ljóma ætlum við að nota Halo. Hér höfum við tvískiptan highlighter, þessi er kremkenndur og svo er þessi meiri púðuráferð sem kemur aðeins látlausari. Við ætlum að taka púðraða highlighterinn á svona fanbursta og svo ætlum við að strjúka honum hérna ofan á kinnbeinin. Við ætlum líka að dusta örlítið niður nefið. Þá viljum við fara að beggja megin við nefið þannig að ljósið nái highlightinu hvaðan sem það kemur. Áður en við setjum maskara ætlum við að nota svartan eyeliner til að tightlæna. Þá erum við í rauninni að fara alveg á milli augnhárana til að þétta augnháralínuna. Þetta er mjög gott trikk til að gera dagsdaglega ef þið viljið fá örlítið þéttari augnháralínu. Tárum niður. Þá förum við hérna undir og bara alveg á milli augnhárana. Við settum örlítið af eyelinernum hérna rétt fyrir ofan augnhárin, bara hérna í endan. En eins og þið sjáið þá verður þau mun þéttari hér
inn hérna megin og við erum bara búin að gera örlítinn eyeliner. Næst ætlum við að setja maskara og við ætlum að byrja á því að setja Photo Finish primerinn hérna og svo ætlum við að setja Superfan maskaran yfir. Primerinn lengir og þykkir augnhárin og lætur maskaran endast betur, þannig að þeir sem lenda mikið í því að maskarinn smitist niður eða byrja að molna, þá er gott að setja primer á undan. Næst setjum við Superfan maskaran yfir, en þessi maskari gerir augnhárin alveg ofboðslega falleg, lengir þau og lætur þau í rauninni virðast eins og þau séu með gervi augnhár. Á varirnar ætlum við að setja O-Plump glossin sem gerir það sem hann heitir, plumpar varirnar, og þið gætu fundið smá svona tingling áhrif í vörunum. Síðasta skrefið er svo Photo Finish Setting Spray. Við byrjum með að hrista blönduna saman og sprayum svo yfir allt andlitið. Og þetta passar að farðinn helst á allan liðlangan daginn.